Þrír menn hafa verið kærðir fyrir 2 hópnauðganir í Reykjavík í síðasta mánuði. Lögmaður kvennanna segir mennina hafa gengið skipulega til verks. Bandaríkjaforseti íhugar að viðurkenna yfirráð Rússa yfir Krímskaga. Rætt var mögulegt vopnahlé og öryggistryggingar á fundi í Lundúnum í dag. Kvenfélagið Hringurinn gaf barnaspítalanum 120 milljónir í dag. Félagið hefur styrkt spítalann $0,5 milljarð síðasta aldarfjórðung. Yfir 150 slösuðust þegar öflugur skjálfti varð nærri Istanbúl í Tyrklandi í dag. Hús hristust og hlutir féllu úr hillum. Yfir 900 keppendur eru skráðir til leiks á Andrésar Andarleikunum, stærsta skíðamóti landsins sem verður sett á Akureyri í kvöld. Við verðum í beinni útsendingu. Gott kvöld. 3 menn eru til rannsóknar vegna 2 hópnauðgana í Reykjavík í síðasta mánuði. Enginn þeirra er í gæsluvarðhaldi en einn var úrskurðaður í farbann. 2 konur hafa lagt fram kæru til lögreglu vegna hópnauðgana sem áttu sér stað með stuttu millibili í lok mars. Sömu 3 mennirnir virðast hafa verið að verki í bæði skiptin. Það sem nú kannski sérstaklega óhugulegt við þessi mál það að það virðist vera þaulskipulögð brot að ræða. Grunur leikur á að konunum hafi verið byrluð ólyfjan. Á sama skemmtistaðnum í miðborg Reykjavíkur. Farið var með þar í sömu íbúðin í Vesturbæ Reykjavíkur. Það sem broti var á þeim klukkustundum saman að hálfu 3 manna. Þannig að brotin virðast hafa verið mjög skipulögð og úthugsuð. En er eitthvað vitað hverjir þessi menn eru? Lögreglan veit auðvitað hverjir þessir menn eru og þær vita hverju mennirnir eru. Mér vitanlega er enginn í gæsluvarðhaldi vegna þessara mála sem eru auðvitað mikið áhyggjuefni og lögreglan auðvitað verður að svara fyrir það hvers vegna svo að menn sem ganga fram með þessum hætti gangi þá lausir. Er einhver í gæsluvarðhaldi vegna þessa tiltekna máls? Ég bara almennt get ekki tjáð mig yfirstandandi rannsóknir en nei, það er enginn í gæsluvarðhaldi eins og staðan er núna. Einn er í farbanni vegna málsins. Samkvæmt heimildum fréttastofu töluðu mennirnir saman á öðru tungumáli en íslensku. Það sem af er þessu ári hafa 6 nauðganir þar sem gerendur eru 2 eða fleiri verið kærðar til lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Það eru komið fleiri mál á þessu ári heldur en meðaltali segir til að 6,6 mál síðastliðin 5 ár. Og við erum komið með 6 mál til rannsóknar eins og staðan er núna á þessu ári, þannig við erum að ná meðaltalinu og það er bara árið rétt byrjað. Skjólstæðingur minn er óskuður sérstaklega eftir því að ég vekti athygli á málinu og þá í raun og veru í tvenns konar tilgangi. Annars vegar til þess að vara aðrar konur við þessum mönnum sem virðast á ganga lausir á götum borgarinnar. Hins vegar vilji þær hvetja aðrar konur til að leggja fram kæru ef fleiri skyldu hafa lent í því sama. Kona sem er grunuð aðild að andláti föður síns í Garðabæ fyrir tæpum 2 vikum neitar sök. Þetta herma heimildir fréttastofu. Konan var í síðustu viku úrskurðuð í áframhaldandi gæsluvarðhald til 3 vikna á grundvelli rannsóknarhagsmuna. Athygli vakti að lögregla fór fram á svo langt gæsluvarðhald, svona snemma í rannsókninni. Lögregla vildi ekki tjá sig ástæðuna þegar þess var óskað. Faðir konunnar var áttræður. Konan sem er tæplega 30 er einnig grunuð að hafa veitt móður sinni áverka. Varnarmálaráðherra Úkraínu segir að fundur í London í dag með fulltrúum Bandaríkjanna og nokkurra Evrópuríkja hafi verið góður. Rætt var mögulegt vopnahlé og öryggistryggingar. Utanríkisráðherra Úkraínu ítryggaði eftir fundinn að Úkraínumenn þráðu frið mest allra. Samkvæmt bandarískum fjölmiðlum er mögulegt að Bandaríkjastjórn ætli að viðurkenna yfirráð Rússa yfir Krímskaga. Trump Bandaríkjaforseti ávítar Zelenský Úkraínuforseta fyrir að neita enn að samþykkja slíkt. Trump segir Krímskaga löngu gengin Úkrænumönnum úr greipum. Dagný Hulda, hvernig hafa viðbrögðin verið í Úkraínu við þessum hugmyndum Bandaríkjastjórnar að viðurkenna Krímskaga sem hluta af Rússlandi? Já, þau eru bara eins og við mátti búast. Þingmenn í Úkraínu hvar sem þeir eru í flokki, þeir eru alfarið á móti þess og þetta er eitthvað sem
Úkrænustjórn hefur bara alfarið verið á móti, enda það brot á alþjóðalögum að innlima önnur ríki, hvort sem það í hluta eða í heild, og Zelenský Úkraínuforseti, hann tjáði sig þessar hugmyndir í gær. Við skulum heyra hvað hann sagði. Україна не визнає юридично окупацію Криму. Нема про що говорити. Це поза нашою Конституцією. Це наша територія. Територія народу України. Ми не можемо просто, а чому би ні? Чого не буде? Мені здається, що про будь-яку тимчасово окуповану територію ми це вже заявляли, і я заявляв як президент. І Конституція про це своїм існуванням. Þá sagt að í tillögunum felist að Rússar fái að halda þeim héruðum sem þeir hafa hertekið að hluta. Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizhia. Bandaríkin myndu þó ekki viðurkenna þau formlega sem hluta af Rússlandi. Úkraína fengi ekki aðild að Atlantshafsbandalaginu en aðild að Evrópusambandinu sögð möguleg. Bandaríski fjölmiðillinn Axios greinir frá því að samkvæmt tillögum Bandaríkjana fái Úkraína öryggistryggingar. Ekki þó ljóst hvort að þýði að fríðargæsluliðar verði í Úkraínu. Refsiaðgerðum gegn Rússum yrði aflétt í framtíðinni og Úkraína fengi styrki til að byggja landið upp. Ekki liggja fyrir upplýsingar það hvaðan þeir fjármunir eigi að koma. Þá fengju Bandaríkin hluta af arði námuvinnslu í Úkraínu. Eitthvað nýtt í þessum tillögum? Nei, flest í þessu eru þær kröfur sem Rússar hafa lagt fram allan tíma, þannig að það má eiginlega segja þess að tillögur Bandaríkjastjórnar séu einhverju leyti bara eins og óskalisti frá stjórnvöldum í Rússlandi. Svo til dæmis að Úkraína gangi aldrei í NATO, að Rússar haldi þessum héruðum sem þeir hafi hertekið og svo framvegis. Það sem kannski nýlegt að það verði samþykkt að Úkraína fá einhvers konar öryggistryggingar. Það verði þarna einhverju til að vernda Úkraínu í framtíðinni, hvort það eru friðargæsluliðar eða hvað, það ekki vitað. Og nú að myndast meiri tímapressa. Einmitt, það lítur út fyrir að þessar viðræður sem hafa staðið síðustu vikur sem Bandaríkjastjórn hefur átt milligöngu að þær gangi bara ekki. Og eins og til dæmis fundurinn í London í dag upphaflega var áætlað að það myndi verða utanríkisráðherrar sem myndu funda þar, en svo endanum það voru það lægra settir fulltrúar stjórnvald og mögulega þetta marks að þessar viðræður gangi ekki sem best. Og svo Bandaríkjastjórn núna yfir síðustu dag verið að þrýsta á bæði Rússa og Úkraínumenn að semja og nú hótar Bandaríkjastjórn bara að hætta þessari milligöngu ef þetta fari ekki að ganga. Well, I'm going to echo something Secretary Rubio said, which is, look, we've issued a very explicit proposal to both the Russians and the Ukrainians, and it's time for them to either say yes or for the United States to walk away from this process. We've engaged in an extraordinary amount of diplomacy, of on-the-ground work. We've really tried to understand things from the perspective of both the Ukrainians and the Russians. What do Ukrainians care the most about? What do the Russians care the most about? And I think that we've put together a very fair proposal. Kista Frans Páfa var flutt í Péturskirkjuna í Vatíkaninu í morgun. Kistan var flutt frá Santa Marta kapellunni þar sem páfinn hafði aðsetur í valdatíð sinni í fylgd kardínála í gegnum Péturstorgið og þaðan inn í kirkjuna. Þúsundir manna höfðu þá þegar safnast saman. Kistan verður í Péturskirkjunni fram á laugardagsmorgun þegar útför páfa fer fram. Búist við að mikill fjöldi fólks komi í kirkjuna þessa 3 daga til að votta honum virðingu sína. Lækkun á mörkuðum í Bandaríkjunum stjórnast ekki aðeins af tollastefnu Bandaríkjaforseta heldur líka gagnrýni hans á seðlabankastjórann fyrir að lækka ekki vexti. Forsetinn hafði hótað að reka bankastjórann en hefur nú dregið í land. Undanfarið mánuð hafa verið miklar sveiflur á mörkuðum í Bandaríkjunum. Dífa í byrjun apríl stafaði af tollum sem Donald Trump Bandaríkjaforseti kynnti. Dífa miðjan apríl var vegna ummæla seðlabankastjóra Bandaríkjanna. He's too late, always too late, a little slow, and I'm not happy with him. I let him know it, and if I want him out, he'll be out of there real fast, believe me. Það sem Trump finnst ganga hægt að lækka vexti. Bankinn hélt þeim óbreyttum vegna breyttrar efnahagsstefnu Trumps. These policies are still evolving, and their effects on the economy remain highly uncertain. As we learn more, we will continue to update our assessment.
Í færslu á Truth Social sagði Trump að efnahagslífið gæti hægt á sér ef aumingin herra of seinn og á þá við Powell lækkaði ekki vexti. En viðskiptalífið ekki vant því að stjórnvöld tali svona Seðlabankann. The stability and independence of the Fed has long been taken for granted as a bedrock of finance, not just for the U.S., but also for the world. If that is compromised in any way, then it could be trouble for all markets. Í gær var komið annað hljóð í strokkinn hjá Trump. I have no intention of firing him. I would like to see him be a little more active in terms of his idea to lower interest rates. This is a perfect time to lower interest rates. Þessi ummæli og fyrirheit hans að tollar á Kína myndu lækka verulega urðu til þess að hlutabréf hækkuðu að nýju. Og nú bíða margir eftir því hvað Trump gerir næst og hvaða afleiðingar það hafi. 150 slösuðust í jarðskjálftanari Istanbul í Tyrklandi í dag. Skjálftinn mældist 6,2 að stærð og átti upptök sín í Marmarahafi sunnan við Istanbul. Yfir 50 eftirskjálftar fylgdu. Víða féllu munir úr hillum og hús hristust til. Enginn lést í skjálftanum en flestir hinna slösuðu meiddust við að stökkva úr húsum í töluverðri hæð í miklu óðagoti. Tjón af byggingum var heldur ekki mikið. Fólk þusti út á götur til að flýja hristinginn í húsunum og mörgum var brugðið. Yapıyorduk öğrencimle. Müthiş sallandı. 20. kat, en üst katta oturuyoruz. İnanılmaz savurdu bizi yani. Sağa sola savurdu. Ne olduğunu anlayamadık zaten. Bir an bir olayın şokuyla. İlk anda deprem de gelmedi aklımıza ama çok korkutucuydu. Þótt framkvæmdir séu tiltölulega nýhafnar við gerð nýrrar Ölfusárbrúar og nýs vegarkafla hefur umhverfið þegar gjörbreyst, þótt enn séu 3,5 ár þar til verkinu lýkur. Nýtt vegstæði í Laugardælum í Flóahreppi rétt austan við Selfoss að taka á sig mynd. Vegurinn teygir sig á ská suður yfir túnin og ekki langt í að ná alla leið að Suðurlandsvegi. Samtals verður nýji vegakaflinn 3,7 kílómetrar en hann verður líka lagður hinum megin við Ölfusá í Árborg í áttina að Ingólfsfjalli. Brúin liggur yfir efri Laugardælaeyju og verður 330 metra löng og 60 metra há. Varnargarður og vegstubbur ná nú langleiðina út í eyjuna. Þaðan verður lögð bráðabirgðabrú þegar búið að steypa undirstöður. Á annan tug vörubíla og vinnuvéla á stöðugri ferð allan daginn. Þ.G.verk fékk verkið í alútboði og nemur heildarupphæð verksamningsins 15,7 milljörðum króna en heildarkostnaður með fjármagnskostnaði 17,9 milljörðum. Á mánudaginn verður byrjað að sprengja haft vestanmegin árinnar og verklok eru áætluð 2. október 2028. Hringskonur afhentu Barnaspítala Hringsins 120 milljónir króna í dag. Það standa fyrir þau gildi sem samfélagið ætti að hafa leiðarljósi, segir forstjóri Landspítalans. Það var vel mætt þegar Hringskonur afhentu Barnaspítalanum gjöfina, 120 milljónir við hátíðlega athöfn í dag. En Hringurinn fagnaði 120 ára afmæli á síðasta ári. Framlag kvenfélagsins til spítalans skiptir gífurlegu máli en félagið hefur gefið því sem samsvarar 1,5 milljarði síðasta aldarfjórðung. Framlag Hringskvenna til sjúkrahúsþjónustu fyrir börn á Íslandi ómetanleg og hefur staðið náttúrulega áratugum saman. Við ættum að öllum líkindum ekki þennan Barnaspítala í dag ef ekki hefði verið fyrir atbeina Hringskvenna. Störf félagsins eru einstök og með ólíkindum hvað þeir hafa áorkað Hringskonur í gegnum árin og mér finnst að standa fyrir þau gildi sem að maður myndi helst vilja hafa að leiðarljósi í þessu samfélagi í dag, dugnað, þrautseigju, samkennd og framsýni. Ýmsar leiðir eru farnar í fjáröflun Hringsins, jólabasar á kaffi, happdrætti og áheiti í Reykjavíkur maraþoni svo eitthvað sé nefnt. Félagið gefur Barnaspítalanum einnig reglulega ný tæki til greininga og meðferðar. Gjöfina þessu sinni ætluð til áframhaldandi uppbyggingar. Við sjáum gjöfina fara í það að þegar kemur að því að Barnaspítalinn og nýja meðferðarkjarninn rennir saman, að það verði svona sömlust og þá auðvitað vantar ný tæki og húsbúnað og það það sem við viljum fjármagna. Og Hringskonur eru hvergi nærri hættar, enda mikilvægur málstæður sem knýr þær til góðra verka. Það þessi
dásamlegi málstæður, börnin okkar og það að tryggja þeim bestu heilsugæslu sem að völ á og við leggjum allt okkar í það að láta það raungerast. Í dag síðasti dagur vetrar og skíðaveturinn verður kvaddur með hvelli í Hlíðarfjalli. Það sem árlegir Andrésar andarleikar verða haldnir næstu daga. Ólöf Rún Erlendsdóttir fréttamaður við setningu leikana. Ólöf, enn vetur hjá okkur fyrir norðan? Já, það spurning. Hérna niður í bæ í skrúðgöngunni eiginlega bara sól og blíða og góð stemming, en það vonað og spyrjir því að þetta var snjóléttasti veturinn í Hlíðarfjalli í 20 ár og ég búin að nappa hérna einum af aðalmönnunum Fjallar. Voru það ekki orðin hrædd að þetta bara myndi ekki ganga í ár? Jú, fyrir viku síðan þá var 50. hitt hérna og við heldum að þetta væri að fara úr höndunum á okkur, þannig að við vorum orðnir vel stressuð, en svo kólnaði og þetta strákarnir í Hlíðarfjalli eru búin að vinna dag og nótt, ýta til snjó, breikka brekkur og gera þetta kleift, þannig að við erum hvergi bangin í dag. Einmitt, segðu mér aðeins frá þessum leikum, þetta ekkert smá margir sem kom að þessu? Já, þetta eru yfir 120 sjálfboðaliðar og svo erum við með núna met, það eru 927 skráðir, það hefur aldrei farið yfir 900 og það gleðiefni. Akkurat, þetta eru 49. Andrésar andarleikarnir í ár. Fyrir hálfrar aldar afmælið, þurfum við ekki að gera eitthvað rosalegt? Byrjað að plana? Það löngu byrjað að plana og þetta verður rosalegt. Þetta eitthvað sem enginn vill missa af. Hér verða allir að ári. Akkurat, við kveðjum bara hérna úr lífinu og fjörinu í skrúðgöngunni og Andrésar andarleikunum. En það líf og fjör víðar. Haukur Hólm í Hafnarfirði á tónlistarhátíð. Haukur, hvað syngur? Já, það passar. Tónlistarhátíðin Heima hérna í Hafnarfirði. Hún haldin árlega alltaf síðasta vetrardag og einn fastur liður í henni að útnefna bæjarlistamann Hafnarfjarðar og í ár það Arngunnur Ýr Gylfadóttir myndlistakona. En hátíðin gengur að miklu leyti út á tónlist og það þannig að það spila hér út allan bæ. 2 tónleikar í hverju húsi að minnstakosti og allar hljómsveitir spila á 2 stöðum. Og hjá mér eru 2 menn sem að þekkja nú rokki vel, Sigurgeir og Eiríkur. Þið hafum kannski verið á stærri stað en þetta? Nei, þetta svona gegnum, já þetta breykið sko, jú. En þetta svolítið sérstakt, þetta mjög skemmtilegt. Ég bara hef heyrt þetta og nú ég komin hérna í þessa eðlilega litlu stofu. Þetta verður frábært, skemmtilegt. Já, og það nammi í skálum og svona. Páska? Allt tökulegt? Já. En þið verið á stærri stað núna helgina eða hvað? Já, á föstudaginn erum við með 2 tónleika, Sigurgeir hljómsveitarstjóri og ég sérstakur gestur kvöldsins hjá Rockkór Íslands sem á 10 ára afmæli og það verða 2 tónleikar og klukkan 9 og svo auka tónleika klukkan 4:30. Og það í Eldborg? Já, Norðurljósasal. Norðurljósasal í Nei, Eldborg, já. Hörpu ætlaði nú að segja. Já. En hverju má fólk búast við þeir sem labba hérna framhjá í kvöld? Hvað ætlaði að gera? Gítarsól og allan tíman. Já. Allt brjálað? Já. Þetta verður svona bland, eitthvað af mínum gömlu syndum og svo alltaf gaman að taka eitthvað sem að fólk á ekki von og ekki hugs syngi. Það nú ágætlega góður katalógur. Þetta verður kókteil. Þetta verður kókteil? Molotov. Já, við vorum að æfa í dag en í smá vandræðum því að prógramið var alltaf langt Eiríkur. Já, við verðum að kötta það bara. Já. Til dæmis þennan klassíska. Fáum tóndæmi. 1, 2, 3, 4. Kennarar hlægin eru kuldaleg í framan, kannski þykir þeim reynd ekki gaman að fagni býtið í vetrartíð til að veita bröðfuna æskulíf. Beggjastofu fyllast af bleikum fésum, bínum og jónum og sigum og gresum, handalagmál og hefðundi læti, huskist þeim til að fá ykkur sæti. Í Kastljósi í kvöld verður fjallað líðan kvenna eftir barnsburð. Sífellt fleiri konur fá fæðingarþunglyndi hér á landi og konur nota kvíða og þunglyndislyf í auknum mæli á meðgöngu og á fyrstu mánuðum í lífi barnsins. Rætt við móður fæðingarþunglyndi en gestur Kastljósi í kvöld Elín Ásbjarnardóttir Sandberg heimspekingur sem hefur rannsakað þessi mál. Þá verður einnig rýnt í fölsuð málverk sem nú eru til sýnis á Listasafni Íslands.
þar sem sagðar eru 9 sögur af málverkasvindli hér á landi. En lítum þá að veðri. Á morgun sumardagurinn 1. og virðist hann ætla að verða prýðilegur mest allt land þótt eitthvað geti dropað á Suðausturlandi og Austfjörðum. Hittatölur verða almennt með ágætum og hámarkshiti víða og yfir 10 stigum. Sennilegast að vetur og sumar frjósi saman víða norðan til á landinu í nótt sem samkvæmt þjóðtrú ætti að boða gott sumar en líkurnar á næturfrosti eru minni þegar sunnar dregur. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Móttaka til heiðurs Eygló Fandal Sturludóttur sem varð Evrópumeistari í ólympískum lyftingum í síðustu viku var haldin í dag. Það svo ótrúlega gott að finna alla stuðninginn og hvað fólk bara stolt og svona samgleðast. Það bara virkilega gaman og komið ótrúlega óvart. Og stórmeistarinn Vignir Vatnar Stefánsson hafði í gær betur gegn Magnúsi Carlsen, besta skákmanni heims. Eins og ég segi nú bara í hvað vinnan þess að ég get ekki andað. Þetta var alveg fáráldi. Þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. 3 menn hafa verið kærðir fyrir 2 hópnauðganir í Reykjavík í síðasta mánuði. Lögmaður kvennanna segir mennina hafa gengið skipulega til verks. Bandaríkjaforseti íhugar að viðurkenna yfirráð Rússa yfir Krímskaga. Rætt var mögulegt vopnahlé og öryggistryggingar á fundi í Lundúnum í dag. Kvenfélagið Hringurinn gaf Barnaspítalanum 120 milljónir í dag. Félagið hefur styrkt spítalann hálfan annan milljarð síðasta aldarfjórðung. Yfir 150 slösuðust þegar öflugur skjálfti varð nærri Istanbúl í Tyrklandi í dag. Hús hristust og hlutir féllu úr hillum. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. Við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. En á nýju komið að því að fara alla leið í sjónvarpinu og við ætlum að byrja á laugardaginn. Fastir gestir mínir eru þau Gunnar Birgisson og Guðrún Dís Emilsdóttir, en sérstakir gestir í þessum fyrsta þætti eru Edda Sif Pálsdóttir og Logi Bergmann Eiðsson. Þetta svolítið eins og Páll Óskar, mikið leður, lítið viðlag. Já, ég bara... Og kemur íslenska sumarið og bam! Bam! Vanlíðan og í móki þá sönglar bara eitthvað svona viðbjóður í hausnum á mér, eins og þarna Poison Cake. Þetta eru Ragga Gísla og Egill Ólafs. Það er alltaf svolítið tekið núna. Ekki missa af fyrsta þætti alla leið